Sæl og verið velkomin hingað í Matís í Reykjavík. Í þessu myndbandi ætlum við að sýna ykkur hvað við höfum verið að gera og hvernig Matís hefur í gegnum tíðina stuðlað að aukinni verðmætasköpun í íslenskum matvælaiðnaði, bæði í landbúnaði og ekki síður í sjávarútvegi. Í sjávarútvegi er mikilvægt að áhersla sé lögð á að varðveita gæði hráefnisins. Því ef hráefni er slæmt, er alveg öruggt að afurðin verði líka slæm. Stöðugar rannsóknir og þróun eiga sér stað í sjávarútvegi og mikilvægur áherslupunktur í þeim efnum er að hráefni haldist vel kælt í gegnum allan framleiðslu og flutningsferilinn. Þessi frauðplastkassi hérna er niðurstaða verkefnis sem Matís gerði í samstarfi við Tempru, Háskóla Íslands, Brim, Samherja og önnur fyrirtæki. Niðurstaðan var sú að fylla inn í innri horn kassans og minnka þannig hitastigshækkunina umtalsvert því hitamyndunin verður að mestu í hornunum. En hvernig hefur þessu nýstárlega frauðplastkassa vegnað? Hvernig hefur framleiðandanum gengið? Við skulum kíkja aðeins í Tempru og athuga málið. Hugmyndin að kassanum spratt upp á meðan ég var í doktorsnámi hjá Matís við Háskóla Íslands. Samstarfið milli Tempru og Matís og lykilviðskiptavina hefur í gegnum tíðina alltaf verið mjög gott og þessi kassi er rauninni bara hluti af afrakstur þess samstarfs. Grunnhugmyndin er að rúna hornin eins og sjáðu hér. Þannig að hornin eru þykkari en það góða við þessa þykkingu er að það var séð til þess að bæði botn og lok voru þynnt þannig að heildarþyngd kassans breyttist ekki. Þegar pantanir berast inn þá eru þær mjög fljótlega komnar í hús til lykilviðskiptavina sem nota svo kassana til þess að halda sínu hráefni kældu betur heldur en ef við myndum nota annars konar kassa. Síðan 2010 þegar við byrjuðum að framleiða kassan þá höfum við yfirfært þessa lögun á aðrar kassategundir eins og 10-15 kg kassa sem er með grunnfötin 60 x 40 cm og passa vel á iðnaðarbretti og júróbretti. Tempra kemur áfram til með að starfa hratt og vel með Matís og auðvitað sínum lykilviðskiptavinum áfram að frekari framþróun í flutningi á ferskum fiski. Fyrir okkur hjá Samherja er eitt af mikilvægastu í framleiðsluferlinu að halda hráefninu og afurðunum vel kældum alla leið til neytenda og eftir endurhönnun þessar kassa frá Tempru þá höfum við séð minni hitastigsbreytingar í flutningum og stöðugri gæði á afurðum. Og kassinn hjálpar til við að tryggja stöðug gæði afurða, sérstaklega yfir sumartímann þegar að hitaálag á kassan er meira. Og þegar við vinnum með viðkvæmar og ómengar afurðir, eins og íslenskar sjávarafurðir eru, þá gefur það auga leið að lengri líftími tryggir hærra endursöluverð og ánægðari viðskiptavini. Eitt af meginhlutverkum Matís er að sinna rannsóknum og nýsköpun á sviði matvæla í þágu matvælaöryggis. Í því samhengi býður Matís upp á fjöldan allan af námskeiðum, fyrirlestrum og ráðgjöf fyrir íslensk matvælafyrirtæki. Dæmin sýna, og þó sérstaklega erlendis frá þar sem fjöldi fólks lætur lífið á hverju ári vegna matvælaeitrana af ýmsu tagi, að fyrirtæki sem einbeita sér ekki að heilsu og hagsmunum neytenda sinna eiga sér ekki framtíð í matvælaiðnaði. Í þessu samhengi eru fjölmörg námskeið sem Matís heldur sem eru gífurlega vinsæl. Við skulum heyra í einum matvælafræði snillingi hérna í Matís og sjá hvað hann hefur að segja. Komið með. Matís býður upp á alls konar námskeið til að aðstoða fyrirtæki í framleiðslu og framreiðslu af matvælum. Við bjóðum til dæmis upp á HACCP-námskeið, námskeið þrif og sótthreinsun, námskeið geymslu matvæla og námskeið helstu hættur við meðhöndlun og framleiðslu matvöru. Það námskeið er einungis klukkustundar langt, ýmist á íslensku, ensku eða jafnvel á pólsku og hefur undanfarna mánuði verið vinsælasta námskeiðið sem við bjóðum upp á. Á námskeiðinu eru tekin fyrir helstu hættur í matvælum, geymsla og meðhöndlun matvæla, hitun, kæling og fleiri mikilvæg atriði. Serrano er eitt þeirra fyrirtækja sem við höfum haldið þetta námskeið fyrir og vorum við sérstaklega ánægð með samstarfið við þá og alveg ljóst að Serrano hefur mikinn metnað í að tryggja öryggi og gæði þeirra matvæla sem fyrirtækið býður upp á.
Við á Serrano rekum fjölda veitingahúsa hér á landi. Við sækjum innblástur í okkar matargerð til Mexíkó og til Taqueria í Mission hverfinu í San Francisco. En þar skipar Serrano piparinn mitt mjög stórt hlutverk. Við viljum að okkar viðskiptavinir fái ferskasta hráefnið hverju sinni og upplifi vellíðan með það að koma til okkar. Þess vegna skiptir öryggi, hollusta og gæði matarins okkar höfuðmáli. Við á Serrano vitum að það er oft hægt að gera gott betur. Þess vegna finnst okkur mjög mikilvægt að nýtt starfsfólk fái rétta þjálfun frá byrjun. Mjög gott að fá Matís inn til okkar með námskeiðið helstu hætturnar í matvælslaframleiðslu. Námskeiðið var mjög þarft og fræðandi og skildi mikið eftir sig. Við erum mjög sátt. Þetta hérna er makríll, fallegur fiskur og minnir svolítið á feldinn á sebrahesti. Makríllinn nam land hérna við Íslands strendur árið 2007 og síðan þá hafa vinnsluaðferðir breyst gífurlega mikið. Hérna við Matís vinna nokkrir sérfræðingar sem hafa lengi lagt áherslu á kælingu aflans og góða meðhöndlun sjávarfangs. Þessi sérfræðingar geta sagt okkur allt sögu og meðhöndlun makríls hérna við Íslands strendur. Við skulum sjá hvað þau hafa að segja. Fyrst er vitað til þess að makríll hafi sést í lögsögu Íslands í veiðilegu magni í kringum 2007. Fram að því kom makríllinn einungis inn sem meðafli þegar aðrar tegundir voru veiddar. Mikil umfjöllun átti sér stað í Noregi í kjölfarið af því að við fórum að veiða makríll í einhverju magni. En Norðmenn töldu Íslendinga veiða makríll á röngu tíma ársins þegar hann var ekki talinn hæfur til manneldis. Árið 2009 var aðeins 5% af makrílnum veidd til manneldis en langmest var notaður til fóðurvinnslu. 2010 var svo ákveðið að skoða hvort hægt var að gera betur er varðar nýtingu og verðmætasköpun makrílveiða. Hann kemur á árstíma sem hann er að leita sér að fæðu og í byrjun júlí þá er hann dauður og horaður og fer í fitu. Kemst í mikið á rauðátu. Rauðátun er full af ensímum sem er niðurbrottsensím, brjóta hratt niður. Þess vegna er mikilvægt að kæla niður í -1,5 til -2 gráður, halda hann á þar sem allra mest og lengst. Kæligetan skiptir miklu máli um borð í skipunum að við náum að kæla allum aflanum niður í -1,5 til -2 gráður og við komum þá þannig í vinnsluhæfu ástandi í land og í dag þá miðast hönnun skipa mikið við kæligetu, ekki við veiðigetu, meira áhersla lögð á kæligetu í dag. Það er viðbætt að þannig getum við tryggt að ná hámarksverðmætum úr þessum afla sem er að berast að landi. Það liggur fyrir að við höfum náð verulegum árangri að því makrílveiðarnar varðar. Fyrir árið 2009 má segja að svona 80% aflans hafi verið farið í bræðslu. Eftir 2011 erum við að sjá að 90% aflans fer til manneldis. Þannig að þessu leyti höfum við náð mjög góðum árangri og getum státað því að við stöndum mjög framarlega þessu leyti þegar við berum okkur saman við aðrar þjóðir. Það má kannski segja að það séu nokkrir þættir sem að spila inn í þessa velgengni. Í fyrsta lagi höfum við komið okkur upp góðu regluverki að því meðferð aflans varðar. Í öðru lagi má segja að það sé metnaður sjávarútvegsfyrirtækja sem hefur skapað þessa velgengni, bæði því varðar aftur meðferð aflans og síðan full nýtingu á þessum afla hér heima. Í þriðja lagi má svo segja að okkar félagsmenn, sjávarútvegsfyrirtæki, hafa haft mikla aðkomu og mikinn vilja til að það séu stundaðar rannsóknir á makríl. Og það má segja kannski varðandi alla þessa þætti að þarna hefur líka spilað inn í stórt hlutverk Matís sem rannsóknar aðila meðal annars. Nú hverju hefur þetta svo skilað þjóðarbúinu? Þetta hefur skilað þjóðarbúinu verulegum tekjum. Þegar að afli var hvað mestu 2011 þá erum við að sjá að þetta 25 milljarðar tekjur í þjóðarbúið og svona kringum 1000 ársverk að því útgerð og vinnslu varðar. Þannig að það má í raun segja að allir njóti ábandans, ekki bara í dag heldur til lengri tíma litið líka.